Eftir að Svavar dó þá stóð ég frammi fyrir náttúrulega alls konar, en eitt af því er að bera ábyrgð á þessari arfleið. Til að aðstoða mig við að halda þessari arfleið gangandi hafði ég samband við Bobby Breiðholt og hann hefur verið svona minn stóð og stytta í þessu öllu að passa upp á þetta og hvernig er rétt að gera hlutina áfram. Og það var alveg í rauninni bara heilög stund líka við að opna skjölin sem hann sjálfur hafði teiknað, litina sem hann hafði búið til. Þannig að þetta var bara fjársjóður og mikill djúpur heiður. Mottumar-sokkarnir hafa einmitt alltaf verið í þessum bláa, hvíta og rauða lit. En það sem við höfum það fyrir reglu hjá okkur, við vinnum eingöngu með litina hans. Þannig að við fundum bara samsvarandi liti í litapalettunni hjá honum. Og svo það sem við gerum líka var að gera þessa sérstöku að viðhafnar útgáfur sem eru eingöngu fáanlegar hjá Krabbameinsfélaginu. Ef maður getur lagt eitthvað til að þetta sem við þurftum að ganga í gegnum getur orðið til að aðstoða fólk eða eitthvað, bara veita innblástur. Það er drifkrafturinn í þessu hjá mér og það sem er líka svo skemmtilegt og líka bara var svona hans afstaða til bara lífsins var að við megum bara reyna að hafa eins gaman og við mögulega getum þrátt fyrir að undirtónninn í þessu öllu er líka oft mjög dimmur og þannig er auðvitað lífið. Það er hent í manni alls konar verkefnum en þetta er samt líka stutt og það eru alls konar tækifæri til að hafa gaman. Þannig að já, þess vegna fannst mér bara spennandi að opna þennan heima í þessu samhengi. Svo er þetta bara geggjaðis okkar. Hver er skjótasta leiðin?